Ef maður flettir upp í orðabók, þá fær maður það svar að yfirnáttúrlegt sé það sem að virðist vera óháð lögmálum náttúrunnar, yfirskilvillegt, samræmist ekki almennri þekkingu á náttúrulögmálum. Með öðrum orðum eiginlega samræmist ekki vísindum. Og það er náttúrulega dálítið skrítið að vísindin sé að tala þá eitthvað sem að ekki fellur undir vísindin, en þannig við getum nú samt sagt eitthvað. Við getum meðal annars stundum útskýrt af hverju við teljum að þetta og þetta sé yfirnáttúrulegt. Það er þetta að þekkja yfirnáttúrulega fyrirbæri af því hvernig umræðan verður þegar verður að tala um þau. Hún endar oft í ófrjóu karpi. Annars vegar þá kannski vísindamaður sem þjálfaður í ákveðnum vinnubrögðum og hugsunargangi, og hins vegar er maður sem hefur enga þjálfun í slíku, og þá verður svona karp, og þá er bara betra að hugsa með sér að best ekki eða tímanum í svona. Þetta er ekki sniðugur umræðu máti. Yfirnáttúrlegir hlutir eru kannski margir í kringum okkur eða sem menn hugsa þannig um þá. Til dæmis vampírur, varúlfar og einu sinni að tala um lófalestur og rithandarfræði, sálnaflakk, spiritisma kannski, spádóma, draumaráðningar og drauma yfirleitt og annað eftir þessu. Það er margt sem hefur verið nefnt þarna. Og stjörnuspekin er líka mjög oft tekið sem dæmi um þetta. Og það er kannski ekki síst af því að stjörnuspekin er oft sett fram eins og hún sé undir flaggi vísindana. Hún vilji vera vísindi, sem er ekki dölust, hún þyrfti að vera það, eða hún vilji vera það. En það er skemmst á því að segja að stjörnuspeki samrýmist einmitt ekki þeirri þekkingu sem stjörnufræðingar og eðlisfræðingar hafa á fyrirbærunum sem verið að fjalla um. Þannig að hún er sem sagt ekki vísindi, hún er kannski það sem kallað er gervivísindi eða hjáfræði. Og það sem er athyglisvert, það sem þá þarf að stoppa við er líka það, af hverju vilja menn fá svona að segja þennan stempil að vera vísindi. Það er stundum af því að þeir vilja nota sér traustið sem vísindin nota, sem almenningur hefur á vísindum. En stundum getur líka verið að fólk viti ekki betur og haldi að þetta sé vísindi en viti ekki betur. Sagan, hún bendur nú til þess reyndar að saga vísindana að sumt af því sem talið var yfirnáttúrulegt áður, það breytist, það hættir að vera það. Til dæmis eldingar eða halastjörnur eða hvað sem margt svona sem menn skildu alls ekki áður fyrr og töldu vera yfirnáttúrulegt. Það reynist ekki vera það þegar þekkingunni fleygir fram. Það þarf að hafa þetta alltaf í huga þegar maður hugsar um þetta. Að lokum vildi ég bara segja það það er margt skemmtilegt og forvitnilegt í heiminum án þess að vera yfirnáttúrulegt. Vísindin hafa fjallað um mjög margt sem er furðulegt og óvænt, til dæmis í alheiminum, jafnvel í smæstu efniseindunum, í sambandi við líf og dauða og samfélagið og mannlega hegðun. Þarna er fullt af efnum til þess að rækta eiginlega forvitni sína og hugsa um ýmislegt sem er óvænt.